Herði, jæja, þá ætlum við að skoða hérna þessa eina runu með þessum hérna parametrum og hún lítur svona út 1, 2, 4, 8, 16, 32 og svo framvegis og við ætlum að spyrja okkur tiltölulega einfaldar spurningar. Það er hvaða liður er fyrstur til að vera stærri en 10. Þetta er falleg skrift, notið hennar. En hérna, hvaða liður er fyrst til að vera stærri en 10? Ef maður horfir bara á þessa raunu, þá sér maður svarið. Maður sér að þessi hérna liður er fyrsti liðurinn til að vera stærri en 10. Þannig að svarið er 5. Fyrsti liður, annar liður, þriðji, fjórði, fimmti liður. Það er þessi við erum að leitast að. Ok, en mörg dæmin eru þannig að það eru ekki svona einföld. Við erum að vinna kannski með stærri tölur og þá nærmar maður ekki að bara sjá svarið út, heldur þannig að reikna það. Þannig að við ætlum að reikna þetta út, sjá hvernig það lítur út og við viljum vita sérst að notum þessa einu jöfnu. Þetta er fyrir kvótarunu og það sem við erum að leitast eftir er ennið okkar. Það er hvaða liður er þetta að vera stærri en 10. Þannig að AN, það verður 10. Við erum að segja að liðurinn sé 10 og við viljum vita hvað ennið er sem samsvarar því. A1 var 1, Q var 2. Ok, þá tökum við þessa jöfnu. Skrifum þetta upp á nýtina. Það lítur þetta svona út. Og þetta þekkið þið núna, vitið hvernig á að leysa það. En sem sagt, ef maður fer í gegnum logarithman og einangra ennið, þá tekur maður nokkur skrefina og maður fær út að n sé að ég held 4,3 eitthvað. Og þetta er niðurstaðan úr útreikningunum, en þetta er ekki svarið. Við getum ekki sagt að það er liður númer 4,3. Það er engin liður sem er til sem er 4,3. Það er til liður 4, fjórði liður og þetta er 5. liður. Það er ekki til liður 4,3. En það sem er að gerast í þessari jöfnu það er að við erum að leita númer 10. Og 10 er hérna mitt á milli 8 og 16. 10 leynist hérna. Þannig að þegar við erum að reikna út kvótarunna og að nota þessu jöfnu, að þá erum við mitt á milli fjórða liðarins og 5. liðarins. Því þar leynist þessi 10 og þess vegna fá út að n sé saman sem 4,3. Þannig að sem við þurfum að gera með þessa tölu og átta okkur á er það að við erum að leitast eftir hvenar runan fer upp fyrir 10, hvenar liðurinn fer yfir 10, ekki undir 10 heldur yfir 10. Það þýðir að við þurfum að námunda svarið upp. Þannig að n saman sem 4,3. Tökum þetta svar og námundu það upp. Upp í 5. Og þá er svarið komið. Herri, mér langar líka að kíkja á önnur dæmi hérna. Þetta eru skemmtileg orðadæmi sem eru framöndan. Og langar minnast aðeins á þetta hérna dæmi 1D5. Það stendur hérna að massinn minnkar 10% á hverri klukkustund. Ok, þetta er sem sagt kvótaruna. Þannig að minnkar alltaf 10%. Það er ekki bara það að það minnki 10% og sem helst sú tala. Það er alltaf 10% af því sem það er eða var síðast. Þannig að þetta er kvótaruna. Ekki mismunaruna. En hvað þýðir það massin minnkar 10% á hverja klukkustund? Og sko ef eitthvað tvöfaldast þá þýðir það að Q er saman sem 2. Ef eitthvað er að helmingast
og þá Q sama sem 0,5. En sýnum við eitthvað er að lækka eins og í dæminu, 10%, og þá samsvarar því að þú ætlar að lækka eitthvað 10%, til dæmis að þú ert að vera að versla og þú sér það 10% afsláttur. Það sem þú gerir er að þú tekur það verð eða tölu og margfaldar með 0,9. Það er að lækka eitthvað 10%. Þannig að Q verður 0,9 í þessu dæmi.